Gott fólk og velkomin að skjánum. Við erum komin til Ameríku í 7. umferð í fyrstu deild hjá okkur í Gran Turismo samfélaginu og keppnisbrautin Watkins Glen. Ingi Þór Tryggvason heiti ég og hjá mér hann Gunnar. Vertu hjartanlega velkomin. Já, takk fyrir það. Góða kvöldi. Jæja, þetta allt að gerast. Umferð númer 6 og já, þræl skemmtileg braut. Já, við keyrðum þessa í Þorlákshrauninu fyrir ekki svo löngu síðan. Passar. Á reyndar svolítið öðruvísi bílum, aðeins hraðskreiðari trilltækjum. Já, það voru á grúp 1 en það talaði gott í reynslubankan fyrir þessa keppni, svona upp á consistencyið. Já, það er klart mál. Þetta alltaf mjög skemmtileg braut og já, vel hægt að reysa hérna, mjög reysable braut. Já, algjörlega. Hún hefur marga kafla og beygjur sem að bjóða upp á kappakstur og svo á það til líka að refsa mönnum svolítið fyrir að katta brautir á mikið. Menn að fá allt frá 1 eða hálfri sekúndu upp í 3,5 bara fyrir að skera eins og busstoppið. Þannig að maður þarf að passa sig og henni finnst dekk svolítið góð líka. Já. Ég hef heyrt hérna það sem að keyra Lexusin vera kvarta svolítið yfir dekkasliti. Já. Og aðra bíla. Þetta og verður pínu áhugavert, sjá hvaða stratt menn taka, hvort þeir séu að fara að koma tvisvarinn í pit eða þrisvar. Þetta bold spá. Já, það bara, maður veit ekki sko, þetta það allavega fleiri en eitt stratt í boði sko. Og sko, það í mörgum öðrum keppnum verið að menn hafa verið að taka sko 1 umgang á hörðum og 2 á medium. Ég ekki að sjá að neitt sé að fara að gera það nema kannski Dimmi. Sjens að hann geti tekið hard medium. Ég held að sé fyrir líklegra ef menn alltaf að stoppa tvistar að sé að fara að gera á hard medium eða í einhver annari röð en allavega að fara tvistar á hardekkinni og svo náttúrulega þriðja optioni að taka 3 stund á medium og 1 á hard. Þetta verður áhugavert. Þetta svolítið annað dynamic heldur en í hálftíma keppnunum. Þú ert komin í klukkutíma þá var svona þetta svolítið öðruvísi. En gær voru meira og minna allir á sama strattinu, bara spurningum hvað ringuð fór inn á og hvorum dekkinu við byrjuð á undan, en við getum fengið að sjá hugsanlega fleiri útgáfur af dekkjaströttum hér í kvöld. Já, ég býð spenntur. Sjáum hér að Alex kominn með hraðasta æfingatíman, en hann nýkominn á topp deildarinnar eftir 2 sigri í röð. Það að berast í Dimma þar á bókunum. Hann búinn að vera á heldur betur góðu renni eftir brösuga fyrstu keppni. Þá var hann stöðugt búinn að vera að bæta sig og kominn með 2 sigra í höfn. Það bara virkilega gott fyrir ökumann sem var að keppa í opnudeildinni á síðasta keppnistímabili og undan þessu. Já, það eiginlega ótrúlegt, maður má ekki gleyma því. Nei, nefnilega ekki sko. Þetta klárlega einn af þessum framtíðar ökumönnum sem eiga eftir að láta sig kveða í úrvalsdeildinni áður en langt líður. Sennilega bara næsta vetur. Það verður spennandi að fylgjast með. En fyrst þú nefnir á hann fyrstu keppnina hans Alex, þá erum við með þannig system að versta keppnin af 8 dettur út. Þannig að ef hann mistugur sig, þá gæti það nú kosta hann talsvert. Því hann fekk bara 1 stig í fyrstu keppninu. Algjörlega. Erum við með hérna surprise. Ég þarf að skipta view hérna til að... Ekki að koma páskar? Jú, það alveg að koma páskar. Hverju vill hann ekki... Þannig að sjá. Ég ætla að reyna að sýna áhörðum hérna. Ég hoppa það inn í bílinn. Weird. Já, það sem sagt
búið að fela einn Unimog á brautinni eins og í síðustu keppni í fyrstu deildinni. Hann verður bara að sjást þegar einhver hérna keyrir fram í honum því að Ég held það. ef að ég fer á hann þá fer ég alltaf inn í hann. Ég virðist ekki geta náð utanborðsvjúi þar sem hann er staðsettur. Já, skrítið. Já. Sjáum Brynjar hérna að keyra. Strax kom með 1,5 í refsingu. Akkurat það sem við vorum að tala um áðan. Skjulega, en hérna svona fyrir að styttast í tímatökur hjá okkur, skulum kannski aðeins renna yfir stöðuna í deildinni Já. áður en að herligheitin byrja. En það er Alex Geirsson sem er kominn í fyrsta sætið eftir mikla baráttu við Dimma og hann er 4 stigum á undan Dimma með 89 stig en Dimmi er í öðru sæti með 85 stig. Síðan er það Ársæll í 3. sæti og Brynjar Péturs er í 4. Gunnar Karels er í 5. sæti. Carlos er í 7. Viktor hann er hérna í 7. Ég held að hann væri hættur. Já, það getur verið. Ég hef allavega ekki fengið neina formlega tilkynningu um það. Nei, hann svona gaf það sterklega ekki inn og hefur ekki látið sjá sig í síðustu 2 keppnum, þannig að hann er ekki hér í kvöld heldur. Nei. Þannig að ég getum bara slegið því að fasta, hann er formulega hættur en já, hann er í 7. en Eiður Daði tekur það sæti vantilega. Síðan er það Jón Brynjar, Hilmar og Heimir og aðrir keppmendur sem eru á lista eru allir hættir. Búið að vera svolítið fráfall í fyrstudeildinni. Já, svona óvinnu mikið myndi ég segja, allavega með aðra deildir hjá okkur. Þetta hefur svona allt lent á fyrstu deildinni einhvern veginn. Já, algjörlega. En í liðakeppninni þá eru það MS TRB Racing, bláa liði, sem er Gunnar Karel og Ali Stór sem að leiða stigakeppnina og í öðru sæti eru það MS TRB Racing sem er svarta liði sem að er Brynjar Þór Pétursson og Ari Lyngdal. Ari Lyngdal, hann er hættur og hann er bara einsmannslið í dag með Brynjari. Síðan er það Lavasjá í 3. sæti, Lavasjá Racing Team og síðan kemur Yamaha Racing Team, Kraftey Racing í 5. og þá í 7. sæti Kraftey líka því að Supernova er ekki lengur á braut. Þar hafið þið stíin, þú kannski hafa eitthvað að sponsa áður en við byrjum á þessu? Já, ég ætla hérna að koma mér af brautinni á Unimognum. Brynjar gaf okkur góða mynd þarna, smá stund. En já, við erum okkar frábæra sponsa, við kannski segjum ykkur meira frá þeim á eftir. En það er Hamborgarabúlan, Kraftey, Classic Detail, Verkfræðistofa Reykjavíkur, Dokkabit, GT Akademían, Autocenter, Kaldi, MS, Verkfærasalan, Lavasjó og Yamaha á Íslandi. Eins og heyrið, það er allt frábæri sponsor og tjekki endilega á þeim ef eitthvað er spennandi. En núna fer þetta bara að detta í gangi eftir 1 mínútu. Endilega hendi í like, hendi í spám og njótið. Já, áhugavert að sjá hérna Dimma, hann er komið með svona hálft Lavasjó livery á móti hálfu Jordan Benson & Hedges livery. Eða Bussin Hornets meina ég. Já, það er hérna bí. Hitt var hérna áður fyrr. Já, þetta er skemmtilegt. Já, hann er að heiðra Eddie Jordan. Já, Eddie Jordan, hann náttúrulega lést núna bara í síðustu viku. Jú, var það ekki síðustu viku? Frekar en þessari? Jú, Akkurat. síðustu viku, lók síðustu viku. Jordan er náttúrulega legend í formúlubransanum, hann var með Jordan liðið og alltaf gaman að hlusta á hans skoðanir. Þannig að þetta er flott hjá honum að heiðra kallinn hér í kvöld. Fallegt af strákum. Já, þetta er ekki að hann hérna Agnar hendi þetta livery, Agnar Einarsson, mikið hrós skilið, gerir frábær livery. Eins og þú líka, Engi. Þið eru nokkri sérfræðingar í þessu. Þú þarft ekki að rósa mér hérna, ég er alveg að það. Það er strax komna spár í spjallið. Arnar Freyr spáir Alex Geirssoni
Pól á 1:43.875 og í keppninni spáir að Dimma sigri, Brynjar í öðru og Alex þriðja. Hilli Billi Mega hinn einu sanni, hann segir tímataka Alex Dimmi Sæli og póltíminn 1:43.926. Hlutar það ákama spár alltaf inn í fyrstelinu. Og í keppni Alex Dimmi og Brynjar og fastislapp 1:44.364. Ég skal segja ykkur að þetta er bara heilt A4 blað þessi spá sko. Bergur Freyr spáir hérna 1:43.758 og spáir Alex sigri, Dimma öðru og Ársæli þriðja. Oliver segir Alex Dimmi Brynjar og spáir að póllin verði 1:43.887. Ásnóldur spáir Ársæli Alex Dimma keppninni. Ívar Eyþórs segir Alex Brynjar Dimmi og bætir við póllin 1:43.842. Bergur segir keppni Dimmi Alex Brynjar. Ertu ekki að spá bróðinu sigri, Bergur? Þetta er að skammast þín. Það verður eitthvað rætt eftir keppni þarna. Já, kannski eitthvað súrt. Agnar Einarsson spáir Dimma sigri, Alex í öðru og Sæla þriðja og Davíð Örn segir Dimmi Sæli Brynjar. Þar hafið þið það og við erum bara hot laps eru byrjaðir. Það tók mig alveg heila að ringa að koma þessu frá mér. Þetta er svo ítalegt hjá mönnum. Já, eftir að póltímanni fóru að tikka inn, þá það tekur þetta aðeins lengri tíma. En við erum komin að hotla upp Dimmi leiðir og Alex þar á eftir. Já, þeim sem er á braut. Við erum búin að vera að fylgjast með Sæla hérna. Sjáum hvað Dimmi gerir. Vissulega suðar þessi bíll svolítið eins og bífluga. Viðandi. Já, viðandi litum. Hann er alveg buzzing around the track. Já, það er spurning. Þetta er nú alveg... Menn er að spá svolítið góðum tímum hérna í pól. 43 eitthvað. Nei, ég veit það ekki. Ég er kannski bara svo hæfur. Ég hef ekki komið snátt í ennþá. Já, allavega póllin hjá honum Jóni var svolítið langt frá því sem hefur verið að spá. Hann var 1:44.344. Þetta kemur aftur ljós. Jóni Þóri í gær. Ég hugsa kannski að, já, það er alveg séns að menn kíkja aðeins fyrir neðan 44, en ég held að vera samt ekkert margir sem farið þangað. Nei, sjáum hvað Dimmi gerir. Hann kemur undir síðustu beginni. Og Alex þar á eftir, Dimmi setur 1:44.6. Það kemur nú hraðari tíma eftir, mér sýnist að Alex verður að fara að bæta það, 1:44.4. Brynjar þar á eftir, ekki náðu sínum besta hring. Sæli með hraðasta hring, 1:44.1. Svo Jón Brynjar koma yfir línuna 1:45. Já. Ársæl komið með hraðasta tíman 1:44.1, þannig að hann er alveg að jaðra við að detta fyrir neðan 44 í 43 stinn. Algjörlega, hann er ennþá að elta sinn fyrsta sigur í fyrstu deildinni. Já. Ef ég man það rétt. Og Kræki sér hann í já, þetta er nefnilega með busstoppi, sko, ef maður skerða aðeins svo mikið, þá fær maður bara blauta tusk í andliti og bara 3 sekúndur. Þetta er bara stór refsingu þegar maður fer yfir pitlínuna. Já, nefnilega. Og maður er klárlega ekki að græða neitt nálægt því sem að mann er refsað fyrir þarna. Nei. En svona er þetta bara. Það þarf að halda mönnum á mottunni. Henda mottum hans. Brúbúm. Það er svo góður maður. Æ, það var algjör pannabandari. Jæja, sáum hérna hvað Alex gerir. Hann er að klára annan tímatöku hringsinn. Kemur hér í síðustu beyguna. Maður hann að bæta tíman hans
Ársæls. Dimmi bæti sig örlítið er 10.000 á eftir Alex núna. Nei, Alex bæti sig bara ekki neitt. Það er lítið sem þarf að bregða út af til að skemma hringinn hjá manni. Já. Sjám Hilmar bæti sig, hoppar upp í 5. sæti. Eiður hoppar upp í 5. sæti, tekur það af Hilmari. Gunnar hoppar upp í 5. sæti, tekur það af Eið. Þeir eru svakalega þéttir. Gunnar, Eiður, Hilmar, 47.000 sem skilja þá að. Já, Svo er svolítið stórt bil í toppinn. Það er bara ekki neitt. Nei. Mér er aðeins að bæta sig en það er ekkert sem að ógnar Ársæli eins og staðan er allavega ennþá. Nema hvað, tölum orðum, er þetta orðin fjólublár. Þannig að hann hefur átt góðan sektor hann að. Commentators charm. Nákvæmlega. Og það komið með nýtt trend hérna. Commentators charm. CC. Dimmi er ennþá á fjólubláum. Já, það er ennþá að bæta sig. Þetta er glæsilegt. Skiptir rönnið hérna út úr síðustu bauginni máli. Hann hittir ekki alveg Apexið, fer svolítið vítt nálægt veggnum. Það er hann undir 44. Já. Geggjað, 44 sléttar, basically. Alex bæti sig ekki mjög nálægt í samt. Ársæll þarf að koma yfir endamarkið. Sjá hvað hann gerir. Nei. Bæti sig ekki. Heimir komin upp í 5. sæti. Þeir eru búin að vera að skipta þessu 5. sæti svolítið á milli sín. Já, það er hart stegist í 5. sæti. Þetta er midfield baráttan, sem sé í formúli. Þú ert með toppbaráttuna og svo með midfield baráttuna. Yes. Og Heimir leiðir hana eins og er. Hann er með 0,074 á lúsilega sinn Eidaða sem er með tæpa 2/10 á Hilmar sem er með 2,5 á Gunnar. Þetta er magnað, það er hálf sekúnda sem skilur að topp 4 og svo hálf sekúnda sem skilur að 5. sæti niður í 8. En samt eru 0,7 á milli þessara tveggja hópa. Svo að minna hvort að Sæli sé að fara að bæta sig, hann er að koma henni gennum tímatökulið. Já, hann er á fjólubláum, 0,057, rétt svo, nærinn að halda þessu út. Það eru nokkra bæir eftir. Það er ágættur rönni hérna út úr 13, kemur inn í beygju 14. Ennþá fjólubláar. Þetta verður nálægt. Sleikir hérna alveg vegginn. Þetta hlýtur að vera fjólubláar, ég trúi ekki öðru. Nei! 0,001 sem hann var hægari heldur en síðasti tími sinna, en hann var ekki að bæta sig, hann tapaði sig síðasta sektor. Alex með sekt. Hver er staðan á Dimma? Já, Alex með sekt. Hann er væntanlega ekki að byrja annar hring þá. Nei, hann er væntanlega búinn að syngja sitt síðasta í þessari símatöku. Enda kominn í pitt. Sjáum hérna Dimma, hvort hann sé einhver bót í gangi. Hann er hérna að koma í gannum sektor. Síðasta sektorinn, hann sjáum við hvort hann sé að bæta sig eða ekki. Já, hann er að bæta sig 1,5 hluta. Ég fylgist með Ársæli hérna fyrir aftan. Ef hann heldur þessu tíma út, þá dettur hann í 43. Brynjar er ekki að bæta sig, þannig að hann endar líklega í 4. sæti. Ársæll er á fjólubláum, 0,1. Það verður barátta milli Dimma og Ársæls.
Já, Dimmi misti svolítið dampinn hana, ekki lengur fjólublár. Og svo ætlar að koma henni í gegnum næst síðasta tímatökusvæði. Hann að bæta sig, en það ekki nóg eins og Bæta sig ekki. Það sá við Ársæl hérna í síðustu bauginni. Það hittir vel á Apexi þannig, ekki snálat vegnum á síðast. Sjáum hvað Ársæl gerir. Bæti sig en ekki nóg. Hann basically 1/100 hluta fyrir aftan Dimma. Þetta nánast engin munur. Þá sýnist mér bara hérna sem með Auðdaða, hann að klára hring. Það hann að bæta sig. Stegur hann 5. sætinu. Bara Jón Brynjar held ég sem á heitum. Nei, ekki nálægt því. Þannig kemur Jón Brynjar. Síðasti ökumaðurinn til að klára tímatökur. Já! Og hann bæti sig helling og hoppar upp í 7. sæti. Vel gert hjá honum, bætti sig alveg 0,6 á síðasta hringnum, þannig að þetta var góður lokahringur hjá honum. Ja, þetta var flott. Dramatist og flott. Já, algjörlega. En þá eru tímatökur búnar og við erum komið með uppröðun á ráslínu. Og hérna hafið þið þetta. Það Dimmi fyrir Lavasjó Racing Team sem að toppar tímatökunar með 1:44.022 og rétt fyrir aftan hann fyrir Yamaha Racing Team það Ársæll Guðmunds. Síðan fyrir MSTB Racing það Alex Gersson í 3. sæti. Einnig fyrir MSTB Racing Brynjar Péturs í því 4. Síðan fyrir Crafter Racing Heimir í 5. og Jón Brynjar í 7. og Eiður Daði í 7. Þau eru allir fyrir Crafter Racing. MSTB Racing Gunnar Karlsson í 8. sæti og Hilmar fyrir Crafter í því 9. Og þar hafið þið það. Þetta eru topp 9 á ráslínu hjá okkur. Yes, þá fer ég að stilla upp lobby. Akkurat. Þá bara stutt í keppni á okkur, þannig að áhörðu góðir að gera nýta tækifærið og stökkva í ísskápinn, ná sér ég kaldan eða smá pop, kíka við á settinu, taka aðeins á skvætta smá í það, gera sér kláran, hækka aðeins í græjunum, þetta að fara að gerast. Þetta að fara að gerast. Sjá hvernig við fáum hérna í New York fylki. Það bara ennþá svona dumbungur, en það getur ekki ringt hérna samt. Já. Það svona smá grátt í loftunum. Hjálpar það ekki bara dekkjarslittinu að hafa aðeins minni sól? Jú, kannski. En ekki talað það. Jú, vissulega, ef það kólnar í veðri þá slitnar dekkin aðeins hægar. Þetta hefur allt með hitastig og annað að gera. Auðvitað að steikja dekkin þegar það glampandi sól. Sjáum Ársæll hérna fór. Síðan við komin aftur. Nú, Bergur segist vera búinn að breyta spánni, spáir Alexi Dimma og Brynjari, ætli Alex hafi ekki hnift í hann hana eftir tímatöku. Alex byrjar 3. Það smá verk að vinna. Já, en sko að byrja 3. á Ferrari
Er það ekki bara póll? Það er bara sama að vera pól. Ég spái því að Alex komi fyrstur út úr fyrstu beygju. Já, ég held að það sé ekkert fjarri lagi. Ferrarín alveg stekkur af stað. Það er alveg bara tutti bene Ferrari, viva la Ferrari. Ég haf búin að sakna ítalska Inga. Já, ég sakna samt mest, sko, ég vil ekki að taka frá ítalska Sveini Arnarsinni. Það er okkar einu sann í Ítali, það kemur að lýsingum. Það verður seint toppað þegar að introið hans á Monza. Það verður að viðurkennast. Já, það verður seint toppað. Já. Ég ætla að starta þessu, ég er búin að stilla upp gritti. Það eru 9 ökumenn hérna í kvöld. Ég er ready. Og það er ekki eftir neina að bíða. Let's go racing. Að gera þið 20 manns sem eru að horfa. Að teygja ykkur í músina og strjúka like-takkan. Það kostar ekkert, eins og einhver sagði hér. En þá er þetta bara að gerast. Ljósin að koma á og ökumenn klárir. 7. umferð á Watkins Glen. Let's go racing. Sáum hérna Dimmin er hörkustarti. Alex er fyrir aftan hann. Hann neldi þetta start án Dimmi. Hann neldi startið að Dimmi. Alex nær honum ekki en hann hoppar upp í annarsætið. Já, Mazdan er svona fín í startinu. Já, greinilega þú beitir henni rétt. Já. Þetta byrjar allt ágætlega vel. Þetta er bara ein halaróa. Fara henni gegnum chicaneið bráðum. Það sem að Moss-bíllinn styrtir upp á hann. Sjá hvernig þið takir það. Fyrstu menn ágætlega í gegnum þetta. Allir komast heilir á húfi í gegn. Dimmi byrjar á medium, Alex á hörðum, Ársæll hörðum, Heimir medium, Brynjar hörðum, Eiður hörðum, já, restin hörðum. Já, hann er að Dimmi ætlar að reyna að búa til bílið. Já, hann ætlar að reyna að gappa á og nýta mediumdekkinu vel. Alex er með góða gulrót fyrir fram að sig. Og það er væntanlega að hjálpa að Dimma svolítið í startinu að vera á mýkri dekkjum. Já, vissulega. Skemmtilegur slagur um 3. sæti. Heimir að sýna sig á Ársæll. Heimir á mediumdekkjum. Pressuna á Sæla. Það fyrir aftan Brynjar Péturs. Síðan er það Eiður Daði. Jón Brynjar í 7. Gunnar Karl í 8. Ársæll er að keyra vel. Hann er ekki að halda honum í skefjun allavega enn sem komið er. Það er mjög mögulegt að geta keyrt sína línur en samt náða að verjast. Þetta er alltaf erfitt að vera á hörðum dekkjum og undan manni á medium dekkjum. Algjörlega. Flott bara þarna, fylgjur honum eins og slugginn. Já, Ársæll er að halda vel í Alex. Það hjálpar honum væntanlega að fá smá tók frá honum Alex. Algjörlega.
ekki langt undan. Já, hann svona, já. Þeir eru að keyra mjög svipa sínist mér á hraða, sko. Heimir Ársæll. Svona, þú veist, hann liggur ekkert í skottinu en hann er að fylgja honum vel. Bíður færis. Hann sjáum hvað það gerir. Það er svona góðu drafti hérna. Spurning hvað gerir á hérna, já, lengsta beinakaflanum, það er stór sveigja í þessu, en við höfum talað um þetta áður að það veit ekki beint kafli að maður er flatt átt. Jú. Við erum að horfa á beinakafla núna, basically, flat out kafli, en þegar hann fer utan á hann, Ársæll hefur inn í línuna og þetta er náttúrulega busstoppið sem er að koma í núna er pínu hættulegt, hann gefur þetta eftir hann Ársæll. Þetta er stór hættulegt að reyna að fara að hann að 2 í gegn, en hann fær 2 sekúndur í sekt hann Heimir, hann skara of mikið. Komið fram úr og það endist ekki lengi því að hann þarf að taka út 2 sekúndur bara hérna eftir eina beygju. Já, það er hættulegt að fara þarna utan á í busstoppið af því að hérna, brautamörkin eru svo rosalega þröng hana. Nefnilega, sko. Og þetta refsar ekkert smá mikið hjá hann Heimi. Alveg með draumarstartið á miðvíkdekkjunum, en sjöflast núna niður nokkuð seti. Sjáum það, það var nokkuð seti. Já. Þetta var dýrt. Það var kominn það sem að byrjaði 5. seti. Mjög dýrt. Smá slæt hjá Brynjar. Ég syns það er smá barátta hérna milli Jón Brynjars og Gunnar Karels. Það var ekki fyrsta skipti sem að þeir hittast á brautinni. Heldur betur ekki. Gunnar er komin hérna innan á. Já, Gunnar byrjar á middjum líka. Yes! Og hefur þetta. Nær hann innan á hann. Stríkur hann við framvarasturinn en er með inn í línuna. Já, hann er á middjumdekkjum. Ekki rétt. Jón Brynjar nú ætlar hann í draftinu. Gunnar tekur inn í lín til að verja. Sjá hvort að Jón Brynjar ná að halda sér inn að brautamarka hérna, hann gefur þetta eftir. Þetta er ekki auðvelt múf. Nei, alls ekki sko, þetta er mjög varasamt að vera með múfana. Maður þarf helst að vera búinn að tryggja framaraksturinn áður maður fer í busstoppið. Ef maður er ekki viss að maður hafi það, þá er betra að geyma til betri tíma, myndi ég halda. Já, svo það maður geta treyst hinum aðalunum svolítið. Já, algjörlega sko. Gefa sér pláss. Það er í 7. Heimir í skottinu á Brynjari Péturs. Take 2. Já, það er bara do it all over again. Það er rosalegt þegar maður sé keppni þegar þeir eru að keppa á þessari braut í NASCAR. Þar eru brautamörkin basically engin, þannig að í beygju sem eru að koma núna, fyrstu beygjunni, þá fara þær alveg langt út fyrir, alveg sko marga metra út fyrir battan og halda bara ferðinni og koma svo bara aftur inn á brautina. Það er eiginlega pínu fyndið sko. Það er eitthvað svona rauðar refsingar sem að poppa upp fyrir ofan bíliðin. In NASCAR, we don't punish people. You can drive and you can hit them, you can drive off-road, whatever, man. Það er nákvæmlega þannig. Það er ekkert smá mikið sem keyra annan. Það er ekki bara ítalskur að nýti, hann er líka frá Texas. Já, alveg redneck. Upp fyrir háls. Langt upp fyrir háls.
Þetta er svona að byrja að freka rólega. Þetta er svona aðal baráttan á brautinni, Heimir og Brynjar. Það er ekki mikið að baráttum akkurat núna. Þetta er helst þetta medium gaurar er að stríða harðökumönnum. En svo getur þetta allt breyst. Dimmi náttúrulega þarf að búa til smá forskot. Ef hann vill ekki fá Alex í bakið þegar að dekja umgangarnir snúast við. Það má, það er spurning sko, já, hvað er keyra lengi? Ef að menn ætla að keyra, fara tvisvar í pit, þá má gera ráð fyrir þessu að keyra 12-13 hringi á harðdekkjunum, en ef þeir ætla að fara oftar í pit, þá kannski eru þeir að taka, ég veit ekki, taka einhverja 8 hringi á hard og svo 9 eða eitthvað. Ég man ekki hvernig reikningurinn á þessu var. Gjössalega hljótið í lofti núna. Já, ég er mjög spenntur hérna. Sjá hvort einhver taki þriggja stoppa eins og varst að tala um áðan. Já. Sjáum Heimir er komið ágættur núna, Brynjar fer svolítið vítt. Hörðu dekkin ekki upp á sitt besta. Heimir núna komið inn hlið við hlið. Það er væntanlega að bremsa aðeins seinna og stinga sig fram úr. Smá kontakt. Hefði þið mögulega geta farið aðeins hérna víðar hann Heimir. Nýta brautina. Nýta brautina. Þannig að þetta er svolítið banki bói hann. Nei, hellu! Heimir tekur svakalega slæt að það er að replayða þetta. Replay on. Fyrir Brynjar komið skemmt á afturstuðara. Jæ, og slætar hann. Bush. Slætar á battanum þegar hann fer yfir hann. Já, ég sýnist að vera að fara yfir í pit. Já, hann er með skemmt, hann er bara ágætt að drífa sig inn í pit núna og laga. Já. Hann hafði sannlega hugsað sér að taka 1 eða 2 hringi aukalega á mediumdekkjunum, myndi ég halda. Þannig að þetta setur smá strik í pitstrættið hans. Já, heldur betur. Svona sýndist hann vera tæpur á pit entryinu líka. Já, þetta er mjög riski pit entry. Man þarf að passa sig rosalega til að fara ekki yfir línuna og fá 3 sekúndur og svo líka það sko, þegar að þú ert að skera beygjuna í pit entryinu og hægja þér til að fara ekki yfir línuna, þá ertu basically á apexunum eða þú ert að keyra hratt og fara á beinakaflunum. Þannig að þú veist, ef þú ert fyrir framan einhvern að fara inn í pit, þá actually getur þú verið pínu fyrir honum með að fara inn í pit. Já. Mjög sérstakt pit entry, verð ég að segja. Ekki alveg nú úthugsað hjá Kananum. Nei, Kanin hugsar sumt aðeins öðruvísi heldur en við hinum með hafið. Æ. Kíka aðeins á dekkjastöðuna hjá honum Dimma. Sko, Ársæll er rétt rúmið sekúndur fyrir aftan Alex og Dimmi er með 5,6 sekúndur á Alex, þannig að það er spurning hvort að það sé nóg. Mér finnst eins og hann þyrfti að vera að taka meiri tíma á hring til að nýta þetta. Annars, já, er Alex ekki er alveg... bara að keyra mjög konsistent, sko. Já. Meðan Dimmi er verið að svolítið að flökta upp og niður. Já. Sko, Dimmi á alveg definitely 2 hringi viðbót á mediumdekkjunum sínum sem að er alveg, það er mjög gott ef við getum farið 10 hringi á medium, sko, myndi ég segja. Já, þá er það bara 2 stoppir, það er bara svoleiðis. Já. Já, og
verður kannski mögulega einu ökumaður sem tekur 2 medium stint og 1 hard stint. Já. En það hefur nú gerst áður að hann hafi verið svo inni á dekkjastrattinu sínu. Já, sko, ef hann tekur 2 sinnum 10 á medium, þá þarf hann að taka 14 hringi hard. Það er líka, það er alveg kræft að fara 14 hringi á hard, sko. Það er stretching it, en ef einhver getur það. Ef einhver getur það, þá er það dimmi. Já, nákvæmlega. Það er ekki bara Alex sem er búinn að vera consistent, Ársæll er líka búinn að vera rosalega consistent. Já. Það er bara þessi 1,5 sekúnda milli þeirra búið að vera það síðustu, já, bara eiginlega frá byrjun. Já, þetta bíl er að haldast mjög jafnt. Brynjar er ekki langt fyrir aftan á. Ef eitthvað kemur upp á, Alex er hann að smá út á grasið. Já, sko, þeir eru búin að sko minnka bilið í dimma á þessum hringum 0,7. Það var 5,7 þegar ég talaði bilið fyrir einu hring síðan og nú er það, já, dotti komið í 5,4 aftur, þannig að já, þetta er svona rokka aðeins upp og niður, en dimmi er væntanlega komin yfir hraðasta tímabil medium dekkjana, þannig að það er spurning hvort það fari bara 9. Já. Það er alveg spurning. Hann átti hérna 1.47.8 á 8 hring. Það er eitthvað komið upp á. Það er aftur komið í 5,7 núna, þannig að þetta er greinilega að rokka eitthvað upp og niður. Sannlega gott eitthvað mjög stökk. Það er mjög erfitt að vera konsistent á svona slitum dekkjum. Já. Bremsupótarnir eru svolítið út allt. Ef hann fer inn á þessum hring, þá held ég hann sé að fara að taka hard og hard. Ef hann fer ekki inn á þessum hring, þá er spurning hvort hann ekki medium 2 sinnum. Nú er náttúrulega bara að eitthvað spá og spekulera. Þetta kemur allir ljós, en það er ekkert mikið eftir að dekkjunum hjá honum. Það er samt þolir alveg hringið uppbót, en það er samt spurning hvort hann sé hvað að græða á því. Nei, hann kemur í pittin. Stríkur alveg í línuna hana. Dimmi er komin í pitt. Það verður spennandi. Hvaða dekk vilja Dimmi? Hversu marga hringi fara hinnir á hörðuleikar? Þeir eru nú svona í svipuðum málum. Alex og Sæli gæti trúaði að Sæli fara inn einum hringum á undan. Ég er ekki að sjá að geti tekið 16 hringi hard, þannig að hann hlýtur að þurfa að taka hard Dimmi þannig að hann taka döðsbátt. En hann kemur út á medium. Með pitlinn penalty. Já, mér fannst hann strjúka línuna. Já, eftir að hann var komin á streitið þá fór hann aðeins yfir línuna. Já, ertu að meina að þegar hann kom út úr pitnum þá? Nei, hérna, eftir beyjuna, í endurlínu. Já, mér fannst það líka þegar hann var að koma inn í pittin, þá var eins og hann færi pínu yfir línuna bara alveg það sem hún byrjar, áður en hún byrjar að beygja, sko. Já, meina, þetta er svo rosalega þröngt, það kemst alltaf bíl fyrir hana í pit-entrínu. Nei, nefnilega. Hvað þá ein breið Mazda? Segðu. Já, núna er Ársæll bara nálgast Alex. Já. Þetta er ekki nema rétt rúm sekúnda sem er á milli þeirra. Það er gaman að sjá hvað þeir þrauka lengi úti. Dýr refsing á Dimma maður. Já, heldur betur. Herru, og Alex sýnist mér að vera komin í pit. Já. Mætturinn í pit. Og Ársæll er úti. Sjáum hérna Alex, setur hann medium undir, eða hvað?
Brynjar líka komin í Kemur hann pit. Það verður gaman að fylgjast með Dimma. Sjó, þar erum við. Það kemur Dimmi. Hvað kemur Alex út? Dimmi kemur út fyrir framan hann. Bíl sem hefði verið í kringum 7-8 sekundur komin inn í 3,5 út af refsingunni hjá Dimma áðan. Já. Við erum að fara að horfa á baráttu á þessu stindi. Og Alex kemur hérna út rétt fyrir framan Jón Brynjar sem er á úthússlitnum harddekkjum, þannig að hann er heppinn að koma út á rétt á undan. Þetta er rétt aðeins, hann þarf ekki nema nokkra beygju, þá ætti hann að byrja að búa til bílið. Þannig að það er á miklu betri dekkjum eins og staðan er. Brynjar Péturs ekki eins heppinn, kemur út fyrir aftan Gunnar vissulega sinn. Ég hugsa að Gunni sýni honum skilning og gera honum lífið ekkert of erfitt. Báðir á medium dekkjum svo sem. Já. En Gunnar að keyra consistent race ef hann er sama pace og Brynjar. Og er hann nú svona að kýtla toppbaráttuna. Já, hann er búinn að vera að keyra bara mjög sterkt þetta tímabilið og það er ofta að daðra hann í kringum 5. sæti eða eitthvað. Já, átti sína bestu keppni í síðustu keppni. Já, og hann er einmitt í 5. sæti í stigunum. Vantar bara hans í númer 5. Já. Sjáum Ársæll kemur inn. Ársæll komin inn. Hvar kemur hann út? Spurning sko hvort að undirkötti hjá Alex hafi ekki skilað sér. Eiður er ennþá úti á þessum slitnum dekkjum. Og Hilmar. Þeir eru greinilega að hugsa 2 stopp. Það hlýtur að vera fyrst hann er að kvelja sig svona. Hann alveg skrikar til bílinn hjá honum. Það er ekkert eftir að vinstra framdekinu hjá honum einn. Þannig að hann sennilega tapar miklu tíma á þessum hring. Hilmar á betri dekkjum fyrir aftan. Já, aðeins betri. Já, Alex græddi helling hana. Já, Ársæll kemur út á hörðum. Þannig hann er að taka hard. Já. En já, Alex er komin með 6,5 sekund á hann, eins og staðan er. 4 sekundum fyrir aftan Dimma. Það er spurning hvort þið sé að taka hard. Það geti jafnvel verið. Já. Ef Ársæll fyrir 11 á hörðum, þá... Sko, eins og staðan er, þá þykir mér líklegt að Alex er að fara að taka 3 stopp. Með hvernig hann fór í pit og hann fór á medium. Situr hérna að hraðasta hring. Núna verður hann ábyggilega á út hoppi, hann sem eftir keppninar. Já, eins og segir, komur hraðasta hring. Aðeins að minnka bilið Dimma. Ólífer spyr hérna hvort að einhver hafi verið að spara bensín. Dimmi, ég sé ekki að neitt hafi fyllt eitthvað ekstra á bensín. Fyrir utan Brynjar kannski, helst. Hann er með aðeins meira á tokkinum. Brynjar er svolítið fyrir að sletta á hann í pitstoppi. Það getur borgað sig að maður nær sér í hreint loft, en hann er ekki alveg að gera það eins og er. Nei. Þetta er í baráttu við Heimi. Kíkum á það. Hann er svolítið fyrir bronsið og finnst gott að sletta á hann í pitstoppi. Algjörlega er alveg í skottinu á bronslituðum bíl, með að segja. Ná, hvað fátt betra en bronslituð gulrót.
En hann þarf nú að klífa upp 2 sæti til að komast í bronsið, þið raunverulega. Hann dýfir sér innan á en ekki pláss, þurft að hætta við. Skulum kíka aðeins borð hjá honum, sjá hvernig að elta á þessari braut. Sittum inn borð hjá honum Brynjari Péturs. Mikið af hröðum beygjum og skransljóðum sem þýðir að þessi braut, henni finnst dekkin góð, hann tekur svolítið á dekkin. Hann ekki að græða tíma á bakvið bronsbíl. Nei, Sem er á að fara að vippa sig fram úr. Heimir á slitnum hörðum. Hann svolítið off sequence á með við hinna eftir að hafa gert mistök og fikið skemmt. Já. Það riski að gera sér sýnalegan, kannski að reyna að platta hana aðeins. Rétt nær að bjarga þessu þarna. Nær hann að auðvitaðverðu. Sérða, hann hraðari, hann þarf stundum bara að hægja sér þarna. Já, lokar Heimir kannski full seint þarna á línuna en engin skaði skeður. Sjáum hvað Brynjar gerir. Farðu nú djúpt, taktu í driflínu. Já, ok, heyrðu. Heimir er ekki að gefa space hann þegar menn eru við hliðina á hann og hann tvisar í röð búinn að reyna að keyra hann bara út af braut. Já, þetta er ekki það sem við viljum sjá. Nei. Núna hlýtur hann að ná þessu. Og þó Heimir tekur bara switchbacki. Brynjar eru klárinn brjálaður. Já, ég verð að segja það. Ég væri það sjálfur í hans stöðu akkurat núna. Hann er Gunnar mættur líka. Pínu gróft hvernig hann er að gera sér breiðan. En þetta er skemmtilegt áhorf fyrir okkur. Þetta er gott TV. Þetta er gott TV. Sama hvað eftirmálar þetta mun hafa. Sem hvað Brynjar gerir núna. Hann hlýtur nú bara að kjúa sig upp fyrir langa kaflan. Já, tekur þetta bara í fyrstu beygju. Flott move. Þetta var bara flott hjá honum Þegar að menn sína olnbogana þá þarf maður bara að gera stundum tilbaka. Aðeins að ítæði næsta mann, þetta er svona eins og að standi í röð á skemmtistað, aðeins að tróða sér áðans að lenda í slagsmálum. Þetta hafðist. Aðeins að stíga á tær og sjá Heimir gerir svolítið mistök hérna nær Gunnar að nýta sér það. Ekki alveg að finna réttu línunar. Já, en þetta minnir mig á þegar við vorum að keyra fyrstu umferðina í Nordic Masters sem að Finnland er að sjá og þá var eitt svíi sem var laggat út alla braut í B-úrslitunum. Já. Það þurfti maður bara að láta flakka á innanverðu. Það var ekki hægt að keyra á mótornum Nei. Já, svona er þetta stundum, það er mjög erfitt þegar að menn er að lagga, maður veit aldrei hvað maður hefur á Það er náttúrulega verst það er líka vont að horfa á það, þetta er allavega gott TV. Já, algjörlega. Og það er bara dúndur pressa á honum Heimi, Gunnar er komið í skottuna á honum. Já, litla MS samlokan hérna. Alex, hann er svona hægt og rólega 6 og dimma, 2 sekúndur í dimma. Fylgist með þessu með öðru augunum. Já, Gunnar tekur bara hérna alvöru Verstappen move. Ég meina að fá endursýningu á þetta þegar Nýta þessa tækni. Gunnar gefur sæti aftur. Sá mér að Gunni dýfir sér innan á hann.
smá snertingar á milli þeirra. Það kemur sætið eftir heiðursmannareglunni fylgt. Gunnar hefur talið þetta vera aðeins og gróft. Var það kannski? Já, sko, ég veit það ekki. Mér fannst þetta kannski flokkast undir racing, sko, en hann var alveg búinn að staðsetja bílinn og kominn undan á hann þegar Heimir beygir svolítið inn í hann. Svona, þetta er á gráu svæði, en ég myndi láta þetta slæta sem racing incident. Þetta var nú ekki alvarlegt. Nei, það er alltaf að verða ekki afturmálur að þessu, fyrst heiðursmannareglunni fylgt. Menn þurfa náttúrulega svolítið í kapastri að vera meðvitaður það sem er að gerast í hliðina á þeim. Og hafa svona tilfinningu hvenær menn eru við hliðina á þeim og hvenær ekki. Upp á að hvenær á að gefa pláss og hvenær á ekki að gefa pláss. Gunnar að koma í pit. Þetta er pitinn búið með 2 medium stint, ætla hann fari ekki á það 3. Jú, hann er sannlega á stoppaplani. Ársæll er komin einhverja 11 sekundur fyrir aftan Alex núna. Hann er náttúrulega á öðru hardstendi sínu, en Alex er að sækja á dimma, komið undir 3 sekundur. Þetta var nú í tæpum 2 áðan. Já. Þið sjáu þetta hægra megin, það er eitthvað gerst á hring 16, hann er búinn að vera svalega konsistent fram að því. Já, heldur betur. Mr. Consistency. Ekki að staða hérna dimma. Þeir eru svolítið svipaðar á dekkjunum sínum sem er. Þetta er svona vinstra framdekkið og... Fór fyrr inn í pitið það ekki. Nei, Alex, jú... Dimmi fór á undan eða ekki. Dimmi byrjaði að medium og fór á undan í pit. Jú, það passar. Hann fór í pit á 9. hring. Alex á 10. Rétt. Dimmi á eftir að taka hörðudekkin. Þannig er hann að keyra mediumdekki sín nógu lengi til að geta tekið eitt loka hardstint. Það er alveg að þetta í bílum 2,5 núna. Þetta verður spennandi. Já. Með Ársæll. Hvort hann nái að koma tilbaka. Mér sýnist þeir nú flestir vera frekar dreifðir og braut. Já. Það hefur svolítið skort baráttan toppsætin í þessari keppni. Það er búin að vera svolítið svona jafnbil á milli. Ég er pínu spenntur að sjá hvernig þetta stratt spilast út hjá honum dimma. Það virðist vera að rokka bilið svona hálfa sekundu til og frá. Herru, Alex er komin í pit. Já, hann fór yfir línuna. Ég er alveg nokkuð viss um það. Já, ok. Hann flassaði þarna rautt áður en hann stöðaði bílinn. Þannig að refsingaskorið á móti dimma sem fór yfir línuna á hann jafnast á út. Já, ætli það ekki. Ég held það alveg örugglega. Maður þarf að fara að æfa þetta pit entry. Það er alveg... Brynjar Péturs kemur í pit líka. Þau eru greinilega að keyra sama strattið hann og Brynjar, Alex og Brynjar. Hann sleppur við refsingu. Já, sjáum hann hérna. Kemur út refsingalaus á mediumdekkjum aftur.
Þannig að þá það orðið nokkuð ljóst að hann að taka þessi 3 stopp og ætlar að gera 3 stint á medium sem þýðir að hann á eftir að fara einu sinni í pitt í viðbót. Og Ársæll sem 13 sekúndum á undan honum á harddekkjum, hann á líka eftir að fara einu sinni í pitt í viðbót. En munurinn að Alex gerir það allan tíman á mediumdekkjum og svo spurning hvort að Ársæll á að teygja þetta í að taka mediumstund eða hvort að bara taka 3 hardstund. Ég held niðurlega hvað Lexusin sólgin í gúmi að þá er svona fann að hallast að því þetta séu 3 hard stund hjá honum. Já, það var áhugavert ef hann myndi gera það. Þá hann allavega að nýta sér nýjustu reglumbreytinguna. Það þurfi ekki að nota mediumdekki í keppni. Herru, Dimmi komin í pit. Já. Nú bara stóra spurningin. Á hvaða dekkjum kemur hann út á? Ætlar hann að láta reyna á hardstint? Hann gæti farið 15 hringi á hard eða ef hann fer á medium og kannski tekur hann soft í lokinni, þetta ekki. Það spurning. Ég hlýtur að ætla að reyna 15 hringi hard. En já, það svolítið mikið ég bara. En ef einhver getur það, þá það Dimmi. Já. Nei, hann kemur út á mediumdekkjum. Já. Hann tekur þá bara nokkra hard hringi í lokin. Já, hann var náttúrulega eftir að taka harddekkin. Hann var náttúrulega eftir að taka harddekkin. Já, þannig að hann basically að lengja mediumstundi sín til þess að keyra fáa hringi á hard. Já. Ok. Þannig að taki þá ekki 9, 10, 10 og svo 5 eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta samt pínu áhugavert Nú Ársæll með 10 sekúndar forskot og já, og ef hann tekur annað hard stint þá á Ársæll í rauninni þá á hann einhverja sekúndur inni á Alex með við þetta. En Alex mættilega að fara að höggva á tímana. Nú Alex á undan Dimma og þeir eru báðir eftir 1 pitstop. En Dimmi með miklu meira bensín. Já, Alex þarf vantilega að taka smá glögg fyrir síðasta spölinn. Já. En hann verður engu síður á mediumdekkjum þegar Dimmi verður á hard, þannig að það sem kannski ekkert búið að vera rosalega spennandi fram að þessu gæti orðið bara hörku spennandi síðustu hringir. Það ekkert víst að klikki. Það ekkert víst að klikki, krakkar. Alls ekki, en nú ég held að allavega að þetta verður áhugavert því að nú Sæli með 2 sjóðheita fyrir aftan sig á medium, þannig að þau eru að fara að minnka bilið og við getum mjög líklega að sé baráttu þar á milli. Þetta verður eitthvað. Við krossum fingur og tær. Heldur betur. Kíkja á Sæla og sjá hvernig ekki að staðan í ánum Hann á kannski einhverja 2 hringi viðbót eftir. Ekki meira en það. Þetta náttúrulega rosalega mikilvæg keppni fyrir Dimma ef hann vill endurheimta toppinn á deildinni. Þarf hann að vinna. Ég held miðað við hvað eru margir hringir eftir. Ég held að sé bara getur ekki hann að verið en að Ársæll fari á medium aftur, á hard aftur. Já, hann klárað. Ef hann ætlaði sér að taka auka stopp þá væri hann sennilega ekki að þrauka svona lengi á harddekkjunum. Nei, það myndi aldrei borga sig Hann að prófa eitthvað nýtt. Já, algjörlega. Höldum við. Þetta líka áhugavert því að við erum hérna með svo marga Lexusa í úrvalsdeildinni. Það er pínu áhugavert hvernig hann spilar úr þessu hjá sér. Algjörlega.
Will it be an indication? Þú ætti að sjá að opna augun fyrir aukumenn úrvalsdeildarinnar. Kannski. Eða gera það alla skítfætta. Það spurning. Við erum komið niður í 6 sekúndur. 6 sekúndur. Sýnist vera stytt í barda en 7. seti. Já. Jón Brynjar Hilmar í pit. Það er Gunnar að elta Eiðdaða. Gunnar vantarlega á. Hann er á hardstintinu sínu núna. Hann er búinn að taka 2 mediumstint. En hann er aðeins betur dekkifældur en Eiður. Og Eiður á vantarlega eftir að fara inn í pit aftur. Þannig að og meðan að Gunnar er já, góð spurning. Eiður byrjar á hörðum. Þannig að hann er á 2 stoppa hardstinti hardstrategíu eins og Ársæll. Ég hugsa, Gunnar ábyggilega eftir að fara aftur inn í pit líka og taka loka stintið á medium. Já. Þannig að þau eiga báðir eftir að fara inn í pit. En hérna sjáum við svolítið þessi 2 strött koma saman. Gunnar er að taka 3 stopp, Eiður að taka 2. Og Gunnar er unni búinn að græða stopp á hann Eið. Já. Alex, núna komin 3,5 sekúndu fyrir aftan Ársæll. Já, þetta var þetta ekki bara í 6 sekúndum? Jú, þetta var í 6 sekúndur rétt náðan. Hann er heldur betur að sækja á. Hann er að keyra hérna 2,5 sekúndur hraðar á ring. En það er Ársæll alveg á út úr slitnum dekkjum. Og hann fer Eiður út fyrir braut og Gunnar er kominn fram úr. Þannig að við skulum bara kíka á hann Alex og sjá hvernig þetta gengur í honum. Það er ennþá 6,6 sekundur í dimma, þannig að bílið þar er svolítið að haldast, en þeir eru klárlega báðir að sækja hann Ársæll. Ég verð að segja að Alex lítur mjög sigurstranglegur út hérna. Ég held það. Það lítur mjög vel út hjá hann, það verður bara viðkennast. Hann er búinn með hörðudekkin. Já, Ársæll er basically að fara inn núna sko, hann fer ekkert annar hring. Nei. Það er laufhægt henni í beina sko, það tapar miklum tíma núna. Það var bara hálf sekúnda hann í einni síðustu beginni. Hann er að taka 12 hringja stinti núna á hörðudekkunum. Já. Og hann fer Ársæll inn. Örugglega ekki verið skemmtilegasti hringur hérna kapaksturs fyrir Sæla. Dimmi komið frá hennarsæti og hann eru tæpar 7 sekundur sem hann er fyrir aftan. En hann er með, eins og þú sagðir á hann er með svolítið meira bensín, þannig að þessar 6 sekundur verða ekkert svona stórar þegar við báðum búin að fara í pit. Gæti bara verið svolítið svipaði jafnvel. Já. En þá náttúrulega kemur þetta dekkjamunurinn sennilega inn í myndina. Alex er búinn að keyra hörðudekki sín á meðan að Dimmi á þau eftir. Ég gerir bara svona stutta grófa starffræði. Þá erum við með 3 lítra á sekundu í bensínfyllingu. Það er semst hraðinn á bensínfyllingunni hjá okkur. Og mér sýnist Alex vera með svona kannski 18 lítra, Dimmi með svona 30. Þannig það eru vá, núna ætla ég að vera með eitthvað svaka reikning. Nerd alert! Já, það er ekki svona 4 sekundur þá sem að Dimmi á Alex. Ég veit ekki, ég verði að leira þetta með hérna. Þetta kemur allt í ljós. Nerd alert.
Já, ég held að Alex líti mjög út hérna. Og þó að Dimmi ná að koma út á undan honum eftir pitstoppi sitt, þá held ég að hann þarf að eiga varnarrakstur bara ársins ef hann ætlar að halda Alex fyrir aftan á öðru dekki. Algjörlega. Ársæll kominn upp hitt og hann 25 sekúndum fyrir aftan Dimma. Hann ætlar að búið með sitt síðasta stopp. Já. Og hann fór aftur á hard eins og við spáðum. Þannig að þetta eru 3 hard stint hjá honum Ársæli. Áhugavert en Eiður að koma inn í pit núna eftir 2 hardstint á 10 hringi eftir. Spurning hvort hann fara á medium-degi. Er hann búinn að taka 12 og 13 hringi á hard? Já. Já, þá getur hann 12 og 12 held ég. Þannig að hann dettur væntanlega þá á medium núna. Það verður nú tæft. Nei, það er ekkert mál. Hann bara á hörðum held ég. Hvernig kemur það í ljós þegar hann komur út? Wanna bet? Don't wanna bet. I wanna bet. Too late. Já, hefði haldið að hann myndi að fara á medium fyrst að hann var búinn að gera svona lengi á hörðum, sko. Já, ég er sammála því. Hann hefði ekki þurft að vera svona lengi út á hörðum. Nei, hann er náttúrulega ekki að ploss, þannig að Mikið helst þetta bil jafnt. Þeir eru að keyra bara nákvæmlega jafn hratt, Alex og Dimmi. Þeir eru báðir, þetta er að rokka svona 0-3 fram og tilbaka en þetta er meira og minna að haldast í 6,7 og að vera það bara síðustu hringina. Alex með svolítið slætana út í chikaninu. Já. Hann er orðinn svolítið laus á aftan. Já, ég hugsa að hann sé að fara inn í lok þessa eða næsta hrings. Það er ekki mikið eftir að bensíni og dekkjum hjá honum, þannig að já. Það verður gaman að fylgjast með Dimma þegar hann tekur sitt stopp. Já, algjörlega. Já, og Ársæll líka. Mér finnst einhvern veginn eins og Sæli sé næra heldur en mér hefði dottið í hug, sko. Já, spurning, sko, hvað er pitturinn langur? Þetta eru 25 sekúndur frá Dimma í Ársæl og Dimmi þarf, ég veit ekki hversu mikið bensín hann þarf að taka því að hann greinilega tók auka bensín á hann. Hvort hann þurfi yfir höfuð að taka bensín. Ég er hérna komin með aðstoðarmann í spjallið sem er búinn að staðfesta reikningin minn. Þetta var allt harðrætt hjá mér, Ingi. Hvað var rétt hjá þér? Æ, hérna, 4 sekúndur. Reikningsdæmið þitt. Reikningsdæmið mitt, nördalörtið mitt. En Alex er komin inn. Já. Já. Þá er Dimmi komin í forust aftur. Hvar kemur Alex út? Já, hann kemur Væntanlega á undan Ársæli. Það þarf ekkert endilega að vera. Nei, það þarf ekkert að vera, sko. Ársæll er að koma hérna í fyrstu beygina. Og Alex er að koma... Þetta er bara... Hann nær honum sennilega á beinakaflanum að Ársæll. Já, hann nær honum. Og þetta var rosalegt. Þetta gæti Dimmi grætt á maður. Já. Þetta gæti hjálpað Dimma aðeins. Hann má alls ekki festast fyrir aftan Ársæl. En Nei. klárlega er hann með dekkja yfirburði. Þannig Alex, þannig að
Nú er pressan. Nú er baráttan og spennan sem við erum búin að vera að bíða eftir alla keppnina. Nú er þetta alltaf come to fruition, eins og maður segir. Sem maður segir. Þetta verður spennandi. Sjáum hvað Ársæll gerir. Hvaða varnarlínur hann tekur. Það þarf alveg að negla alla línunar. En Heimir, hann náði að verjast á hann. Já. Á hörðum á móti miðjum dekkjum. Hvað gerir Alex? Hann tók hérna olnbogavörnina á þetta. Ársæll byrjar að verjast. Alex er farin að ýta honum hérna áfram. Já, bara move it, sir. Hvað gerir Ársæll? Tekur varnarlínu aftur. Svona miðja varnarlínu. Nú get ég ímyndað mér hvað síður á Alexi núna. Ársæll er að brjóta tóið. Færi sér beint til hægri. Það er Alex góð vexti. Hann er góð vexti. En ekki nógu góðu. Er of nálægt ef eitthvað er. Já. Það er spurning sko. Lexusin hefur aðeins á Ferrarín á beinum kafla. Hann ætlar að reyna múfið á utanverðu. Nei. Sér að sér. Þetta er sko. Þetta er eiginlega þannig að maður þarf að setja passið upp. Þú veist, það er svolítið. Maður fellur svolítið í eigin trapp ef maður er of nálagt inn í alla beigur. Af því þá nær maður ekki að nýta þetta ekstra drive sem hann hefur fyrir að vera á betri dekkjum, þannig að hann þarf eiginlega svona svipa á þegar maður tekur fram úr bílum á þjóðvegi. Ef þú ert fyrir aftan rauða bílum og ert alltaf í skottinu á þeim, þá er ógeðslega erfitt að finna stað til að fara fram úr. En ef þú bara dregur í píru tilbaka og kemur svo bara á ferðinni, þá getur þú færi fram úr mörgum í hennu. Ertu að skilja mig það? Ég er að skilja þig og ég held að Alex sé að skilja þig líka. Hann setti upp þetta múf mjög fallega. Algjörlega, þetta er Ársæll skildi þarna inn í línuna eftir. Nei, það lokaði ekki nógu mikið á hana, það reyndi að loka þeim. Herru, og nú er einn spennufaktorinn í viðbót kominn. Dimmi er kominn inn í pit. Þar kemur hann út inn í þessa jöfnu. Kemur hann út á undan þeim, milli þeirra, á eftir þeim. Ég held að þetta verði mjög tæft eins og síðast. Þetta verður eitthvað. Fylgist þetta með Sæla. Dimmi kemur úr vinklinum. Kominn á hörðudekkin. Kominn út á braut og Alex er kominn fram úr. Hann fett eftir hann á milli þeirra. Þetta er rosalegt. Þetta er rétt hæðið til Alex. Þetta er náttúrulega, já, bara draumastæði fyrir hann með 2 á hörðum fyrir aftan sig og þeir geta barist. Nú þarf hann bara að skilja við á sem að ætti ekki að vera erfitt á mediumdekkanum. Fílík bara á þennan síðustu hringina. Þetta er búið að vera gerjast 26 hringi og nú er vínið tilbúið. Nú koma strategíur saman. Akkurat. Þetta eru 3 mismunandi strategíur. Já, nefnilega. Alex byrjar á hörðum, tekur síðan 3 mediumstint. Dimmi byrjar á medium, tekur 3 mediumstint, endar á stuttu hörðustindi og svo Sæli á 2 stoppum. Hart. Ívar elskar logikið hjá þér ekki. Ekki? Jú, ég held séu margir það. Já, þetta snýst allt að tímasetja framvarasturinn og stundum það maður að hugsa tættra beigur fyrirfram. Gerist ekkert að maður liggur bara í skottinu í öllum beigum og þarf að hægja á sér þegar hinn er hægari. Heldur betur rétt. En núna sýnist mér þetta að vera að baráttu annarsæti á milli Sæla og Dimma. Já. Ég trúi ekki að Alex var að missa þetta frá sér upp á þessu. Dimmi tæpur að fara og vítt hana. Mjög tæpur.
við erum ekki horfin en aðrar baráttur á braut. Nei, þetta Sæli þarf aðeins að líka bilið komast í draftið, þá getur hann gert með þetta erfitt. Það í raun og veru ekki eftir neina að bíða, þetta momentið og við höfum 5 hringi tæpa til að láta þetta gerast. Þegar hann nálgast í feðga baráttu 7. sætið, kannski eftir svona hálfan hring. Já, og meðan að bílið svona að milli þeirra, þá höfum við alveg efni á því að kíkja á það. Bílið komið í rúma 1,5 sekúndu, Dimmi virðist vera að skilja sig aðeins frá honum Sæla og meðan Alex skilja sig frá þeim báðum. Tjekkum snöggvast á 7. sætinu hérna, Heimir og Hilmar. Heimir alltaf Hilmar á hörðum. Semst Heimir á medium þá. Já, Hilmar bara hleypunum fram úr. Já, þetta ættir að gera þetta spennandi fyrir okkur, bara versa góð. Family first. Já. Herru, Ársæll komin inn í pit. Hvað að gerast? Já, hann bara að fara soft, taka hraðasta hring. Það bara hannig. Það hlýtur að vera. En Dimmi getur nú svo sem alveg gert annað eins. Já, fyrst að Sæli fór inn í pit og ákvað að gera það, þá getur Dimmi gert það líka. Já, fyrst að fór inn í pit svona snemma. Það getur Dimmi farið inn á þessum hring eða á næsta hring. Já, það nægt bíl í Brynjar Péturs til að hafa efna þessu. En heyrðu, það önnur barátta. Gamal kunn barátta. Það 5. sætið? Það held ég. Jón Brynjar og Gunnar? Gunnar alltaf 5. sætið sitt. Sitt sæti í deildinni. Já, hann í fínu exiti hérna inn á sveijótta beinakabla okkar. Ef að Gunnar tekur þetta 5. sæti þá hlýtur hann nicknefnið High Five. Það held ég að hljóti vera. Það væri samt alveg ótrúlega fyndið ef að Dimmi myndi svara Sæla og fara líkinn í pit og setja svo aft. Það væri rosalega fyndið sko. Og svo Alex líkinn eftir. Það væri alveg kostuleg. Já, Brynjar getur svo sem líka gert það sko. Sjá, Gunnar að sýna sig. Heldur betur. Spurning Jón Brynjar. Já, ákveður að verja ekki inn á línuna. Gunnar ekki nógu nálægt. Það sko, dekkja staðan hjá Jón Brynjar ekki rosalega vænleg. Það ennþá sko 3 hringir eftir. Já. Rúmir 3 hringir eftir. En þau verða mjög tæp í lokin. Já, með stöðuna núna þá verða þetta mjög erfiðir síðustu 2 hringir hjá honum. En ef hann að halda Gunnari frá aftan sig, segi ég, og Gunnar kemst inn á leið. Commentators, hvað kallar það? Commentators charm. Já. Það ekkert kers í gangi, þetta bara vinnur allt með ökumunum núna. Það klart mál. Gunnar komið fram úr. En Heimir líka nokast Jón Brynjar. Tekur hann á varnarlínu. Klára múfið hann inn í fyrstu beygju. Nóg eftir með dekkinu með Gunnari á medium, hann í góðum málum. Hvernig staðan hjá honum Heimi? Hann á medium á tölvöld betri dekkjum heldur en Jón Brynjar, hann má búast við því að hann sé að fara stræka bara hérna á næsta hringnum eða svo. Ársæll á fjólubláum, þannig við getum búist við því að hann taki hraðasta hringinn eftir hálfa mínútu eða svo. Stel í hraðasta hringnum. Er það ekki að stela hringnum þegar maður fer að sátt?
Já, jú, ekki. Það hljóma skemmtilega. Herru, Heimir komið fram úr, já. Já. Já, hann hefur ekki sýnt mikla mótspyrnu á Jón Brynjar. Nei, þetta var bara það sem hefði aldrei borgað sig. Þetta snúist meir að klára keppnina á þessum dekkjum heldur en að reyna að berjast í menn á fínum mediudekkjum og hann bætir tímanum rúma hálfa sekundan ásæl. Þá er spurning, mun Dimmi bregðast við? Þetta er síðasti séns fyrir Dimma að fara inn og setja Nei, heyrðu. Það er orðið of seint. Hann hefði þurft að fara í pitt fyrir þennan ring. Já, Þarna var ásælt niður. Hann hefur ekki séð sér fært að ná honum Dimma. Nei, en hann sá sér fært að ná einu auka stígi og svo sannlega er hann að gera það. Heldur betur. Þeir bönnuðu þetta í formúlunni, við erum búin að taka í burtu fastest lap. Já, hvað finnst þér það ekki? Mér finnst það sjálfur sér alltaf lægi því að menn voru fannir að nota þetta pínu leiðilega sko, í formúlunni. Já. Þú veist, senda út einhverja menn í einhverjum liðum sem að voru basically að taka hraðasta ringin bara til að hinn fengi ekki stíið en til þess að stíið í gilt þurftur að vera í topp 10 þannig að þú gastir einhverju stólið hraðasta ring frá einhverjum öðrum fyrir liðið þitt á þess að fá stíið sjálfur og þá er þetta orðið pínu svona en þú veist, samt pínu gaman þannig að ég er svona báðum áttum. Já. Ég fíl það hjá okkur. Algjörlega. Planið að halda þessu. En þegar Norri sem er hraðast að hring og Peris er í 20. sæti og fer á soft til að taka á honum, þá er ekkert gaman. Þá er tilgangurinn svolítið fara út í veður og vind. Akkurat. Og það er mitt ástæðan fyrir að þeir felldu þetta á geti. En þá held ég bara keppnin er svolítið búin að festa sig í hvaða stöðum ökumönnum eru í. Það er alla baráttur virðast vera búnar. Við erum búin að lenda keppnin og þá er kannski bara við hæfi að leyfa þeim sem er að fara að sigra þessa keppni ef að ekkert bregður út af að eiga hérna síðasta ríkin. Það er hann Alex Geirsson sem að heldur betur er búin að standa sig núna í síðustu 3 keppnum ef við tegnum þessa með. Já, stefnir í 3. sigurinn í röð, byrjaði 3, komin í 1. Hat-trick. Heldur betur. Flottur akstur hjá honum, virkilega vel gert og strattið hans að virka vel. Lengst af var Dimmi í 1. sæti en síðan þegar að spilaðist úr þessu öllu þá endaði Alex fremstur manna. Sjáum hann þetta koma inn í síðustu beina. Búinn að eiga frábæra keppni. Exekutaði sitt strátt mjög vel. Og eykur forskotið á toppi fyrstu deildarinnar til hamingju Alex. Algjörlega. Og Oliver segir Alex driver of the day og Gunnar fær annarsætið. Það er ekki klilleysi þar í gangi. Rissilagi. Já, og þó, Gunnar fyrir upp 3 sæti, byrjaði 8, endar 50. Já, ég meina, þetta er algjörlega valid choices. Ég er náttúrulega bara að skjóta hann. En já, mér finnst alveg Alex vera bara mjög vel að því komin að vera driver of the day. Já. Bara keyrði rosalega steady og góða keppni og náði að vinna sig upp 2 sæti og sigra keppnina. Brynjar að koma yfir mark, það er ekkert brons að sinni fyrir bronsstrákin okkar. Og Gunnar að landa high five hérna, þannig að vel gert hjá honum. Virkilega flottur akstur hjá honum. Já, hann tryggir bara sinn stað í deildinni, 5. sæti. Algjörlega. Heimir með 1,5 sekt, kemur í mark, 7. Og Jón Brynjar, sko, dekkin eru algjörlega farin. Algjörlega farin. Klárar hérna 7. og Ísalægans Hilmir 8. Minna ekki miklu að Hilmar myndi ná honum. Svo er Eiður Daði sem klárar
í 9. sæti og síðasti ökumaðurinn okkar til að fara yfir línuna. En það Alex Geirsson sem að tók sigurinn. Sjáum hérna búninginn hans. Glæsilegt. Virkilega vel gert af stráknum. 3 sigrar í röð og fórustar í deildinni. En hérna sjáum við stöðu ökumanna. Alex fyrstur, Dimmi annar, Ársæll þriðji, fjórði Brynjar Péturs, Gunnar Karelsson 5., Heimir 7., Jón Brynjar 7., Hilmar 8. og Eiður Daði 9. Já, þetta bara rættist úr þessu í lokin, hann með spennuna. Já, heldur betur. Heldur betur, en þetta svona lengst af var þetta svolítið bara steady akstur og já. En minnum endilega áhorfendur á það að hér annað kvöld úrvalsdeildin að fara að keyra á sama tíma og það verður vonandi eitthvað. En já, ég veit ekki, ég hef nú ekki rosalega mikið við þetta að bæta. Nei, þetta var bara þrusu keppni hjá honum Alex. Hann tók þetta bara á peysinu. Og já, bara til hamingju. Það verður gaman að fylgjast með þér í úrvalsdeildinni í haust. Heldur betur. En já, það ekki bara takk fyrir okkur og sjáumst annað kvöld. Heldur betur, við sjáumst annað kvöld ekki. Við erum í boði Autocenter, Classic Detail, GT Akademíunar, Kalda, Kraftday, MS, Verkfræðistofu Reykjavíkur og Yamaha á Íslandi. Þetta eru sponsorarnir sem að sponsa fyrstu deildina. Sjáumst á morgun. Bye bye.